Þróttarnes fyrir ykkur í undanúrslitum mismundeildar karla. Þetta er þriðji leikur liðana. Vinna þarf 3 leiki til að komast í úrslita viðureignina og eftir 2 hörkurimmur þá leiðir HK með 2 sigrum gegn engu og eru því í dauðafæri hér í kvöld að slá Þróttarnes úr keppni og tryggja sér sæti í úrslita einvíginu. Það er verið að kynna hér þjálfara og fyrirliða. Massimo þjálfari HK og Lúðvík fyrirliði og Bokka fyrirliði hjá Þrótti og Anna María er þjálfari. Nú þessi lið áttust við á föstudaginn í leik númer 2 í þessu einvígi. Marathonleik, hörkuleik sem fór í 5 hrinur og stóð yfir í 2,5 klukkustund. Frábær leikur og frábær skemmtun sem að endaði með sigri HK eins og áður hefur komið fram. Þar var Miguel Mateo Castrillo með enn einn stórleikinn í vetur. Skoraði 47 stig og var langstigahæstur sinna manna. Næstur og eftir honum var Galdur Máni og hann skoraði 9. Sóknarleikur Þróttara byggist 95% upp á Miguel Mateo en í HK-liðinu eru fleiri sem deila ábyrgð og Gary House sé þar svona yfirleitt stigahæstur. Skoraði 28 stig á föstudaginn. Þá eru aðrir sem að stíga upp. Andrea Simir skoraði 14, Lúðvík Már 11 og það dreifist meira stigaskorið þeim megin. Byrjunarliðin er hér komin inn á völlinn. Ekkert svona sjálfur sér ekkert óvænt. Það er að sjáum að Hlöðvar Hlöðvarsson byrjar inn á og Þórarinn og Atli hjá Þrótti. Dómarar leiksins eru Stratko Demirjev og Árni Jón Eggertsson og það er HK sem byrja leikinn. Fín móttaka þarna hjá Þrótti og Hlöðver á fyrsta smassið. Það er út af, hitt ekki völlinn þarna. Það er Ísmar sem er í uppgjöf við HK og þessi uppgjöf er úti. Þróttarar búnir að jafna og þá er Bokka komin í uppgjöf. Þróttarar með 3 sóknarmenn frammi og flott vörn hjá Bokka þarna. Ragnar Ingi hleypur þarna eftir þessu nærus ekki. Öllu smass hjá Gary House. Andreas gefur upp. Fín móttaka þarna hjá Atli sem að spila hér á miðjunni í dag. Með hörkusmass þarna en vörnin góð hjá HK. Aftur, fín vörn. Arnar Birkir. Verjast vel hérna. Hlöðver slær í blokkinu út.
Þetta er áhugavert að sjá hérna sóknina núna hjá Þróttin-S. Það voru 3 sem smössuðu í þessari sókn hjá Þrótti. Þannig að spurning hvort að Bokka sé að svona reyna að koma fleirum inn í sóknina. Stefán með slag. Aftur er Bokka með góða vörn. Fín háar þarna hjá Gary House og Stefáni. Máni með spili aðeins og hátt þarna fyrir Gary House. Hvernig það er hægt veit ég ekki. En það er Castrillo sem að skorar. Fína skorpur hérna í upphafi leiks. Bæðilega verjast ágætlega. Hlöðver í uppgjöf. Fín móttaka af Lúðvík þarna. Gary House slær þennan í blá hornið. Það var engin afgangur að því. Og liðin skiptast hér á að skora. Þreifa hér á hvort öðru aðeins og reyna að finna veiku blettina. Þórarinn slær þetta í blokk út. Og nú eru allir leikmenn Þróttar sem eru inn á búnir að fá bolta í sókninni frá Bokka. Sem er mjög gott fyrir þá að reyna að koma fleirum inn í sóknina. Lúðvík laumar. Bokka vel. Castrillo í blokkina og niður. Flott blokk þarna. Gary House. Og Máni þarna saman í blokkinni. 4-4 Gary House í uppgjöf. Við spila HK-menn með Ísmar og Gary House á miðjunni. Núna Sergei sem hefur verið miðjumaður á móti Gary House. Hann er hafður á bekknum og er það líklega fyrst og fremst til þess að hækka hávörðina, gera hávörðina sterkari. Það var Ísmar hérna með á móti Castrillo. Frábær uppgjöf á Gary House. Ragnar Ingi réð ekkert við þetta. Og hér er HK komið í 2 stiga forskot. Fyrsta skipti í þessu leik sem að annan liðið nær að rífa sig aðeins frá hinnu. Gary House í uppgjöf og þetta er í netið. Hann er með fínar uppgjafir þegar það takast en nýtingin hjá honum er yfirleitt ekkert sérstök. Oft í kringu 50%, hvað svo leiðis. Hitt verið í netið eða út. Castrillo með góða uppgjöf, Stefán í vandræðum og þetta er upp í loft. Frábær uppgjöf á Miguel Mateo Castrillo. Og hann kominn í afturlínuna. Það virðist ekki skipta neinu máli fyrir hann. Hann getur sótt alveg jafnvel þar. Máni með smass í blokkina og út. Galdur og Bokka hann í blokkinni. Ráð ekki við þetta smass á Lúðvík. Máni kominn í uppgjöf. Móttaka heldur nálagt hérna og Bokka ýtir þessu niður en fer í netið. Raks í netið þarna og réttilega dæmt net á hann. 8-6. Máni yfirleitt með fínar uppgjafir en þessi flaut alla leið yfir völlinn. Átta, sjö. Það er jafnræði með liðunum. Þórarinn uppgjöf, vandræði hérna í móttökunni. Lúðvík með að bjarga þessu. Það er Máni með að bjarga þessu. En Hávarnin lokar vel hérna á Lúðvík.
8-8. Þórarinn flott að uppgjöf þarna, bullandi vandræði í móttökunni á Háka þarna. Þessi bolti hrundi niður leið og hann kom yfir netið þarna og Arnar náði ekki að stíga nógu langt fram undir hennar bolta. Frábærar uppgjöf hjá Þórarinn. Þessi boltar fljóta mjög vel hjá honum. Og nú Þróttur komið 2 stigum yfir. Fjögurra stiga sveifla hérna. Frábær uppgjöf enn og aftur. 3 ásar í röð hérna hjá Tóta. Og þá Massimo nótbóðið. Tekur leikhlé. Einhver vandræði þarna á skóna hjá Miguel. En frábær kafli hérna hjá Þrótti. 5 stig í röð. Búin að snúa þessu algjörlega sér í hag hérna. Og fyrst og fremst fyrir uppgjafirnar frá Þórarni Jónssoni. Tóti, svo hann kallaður. Þrír ásar í röð. Ellefu 8. Aftur fín uppgjöf, móttakar góð núna. Andreas, það neggur beint í gólfið. Leið og móttakar góð. Þá koma flotta sóknir hjá þessu liðum. Fínt leikli hérna Massimo, hann að taka taktinn úr uppgjöfunum. 11-9. Ertu smakkur afturlínu þarna. Frábær sókn hjá Þrótti. Gól 9. Galdur Máni komin í uppgjöf. Afsettur boltann í netið. Kristján Pálsson hefur verið þarna miðjumaður á móti Galdri, en nú það Atli sem er í byrjunarliðinu. Þetta sjáum við af hverju. Frábær sókn á miðju hjá Þrótti. Atli getur leyst margar stöður. Spilað á kanti hér kom inn á í kantir allavega, minni mig, í fyrsta leiknum þessara liða. Og hörku flagmaður. Kari Hálslær. Hann slær þetta út. Já, mér sýndist það líka. En línuröðurinn gaf merki að boltinn hefði verið inni í fyrstu, en dómarinn tók þá ákvörðun af henni. Sá þetta greinilega. Mískilningur hann í sókninni hjá HK. En Háörðin frábær. Nei. Boltinn utan vallar. Og Þróttur komið 5 stigum yfir. 15-10. Og Massimo tekur aftur leikli. Flottur leikur hérna hjá Þrótti. Já, nú þurfa HK-menn eitthvað að spýta í lóna. Það ekki kjörstaða þegar að
liðið einungis komið í 10 stig og þjálfarinn búinn að taka 2 leikli. Það segir aðeins stöðumála, vísbendingu stöðumála hjá liðinu, þannig að þeir þurfa aðeins að gera betur, en Atli Fannar pakkar þarna Gary House saman með flotta háður beint í gólfið. Vandræði í móttöku. Flottar að Klaufar þarna, það ger ekki betur. Þeir geta mætt þessu bolta þarna við nettið. Og Lúðvík aftur línu, slæðir þessa hennar út. 17-10. Frábær hrina hérna hjá Þrótti. Lendu 2 stigum undir, en það er sannarlega búinn að jafna sig að því. Og enn móttakan hjá HK í bullandi vandræðum. Frábærar uppgjafið á Þrótti núna. Þá gera Þróttarar skiptingu. Lúðvík kemur út á og Magnús Yngvi kemur inn á. Og hvað að reyna að stokka þetta upp. Þannig í afturlínni, móttakan er ekki búinn að vera góð núna. Já, HK. Ólega uppstilling. Þetta voru Máni og Gary House og fljóttir að skipta. Og Árni Jón sá þetta, dæmdi á þá þarna. Vel gert þarna hjá Boka, enn hann að verjast vel. Andreas og Arnar Birkir í vesinni. Misskilningur þarna hjá þeim. Arnar Birkir þurfti að sækja hennar bolta til langt. Þarna hefði Andreas getað stíð inn í og tekið boltan. 10-20. Stefán slag út. Algjör skiptsbrott hérna í fyrstu rinnu á HK. 21-10. Austfirðingarnir sannarlega mætti hérna til þess að halda lífi í Íslandsmótinu hjá sér. Ef þeir tapa hér í kvöld þá er það bara búið. Það er ekki tilbúin í það. Þetta er hræðilegu misskilningur í gangi. Þarna voru 3 leikmenn Þróttar sem gátu tekið boltann, en hættu allir við. Þarna hefur sennilega Ragnar Ingi Frelsingi átt að taka hennar bolta. Og vitlaus uppstilling þarna, nei. Þeir sleppa með það HK-menn. Sleppa með það þarna HK-menn. Segja Arnar hafi verið kominn inn. Dómararnir segja Arnar hafi verið kominn inn á þegar uppgjöfin kom. En það kom ekki að sök því að Þróttur skoraði stigið. Hann vil fá þarna tafarspjald á þá, en dómarinn ætlaði ekki að gera neitt í þessu. Frábær sókn hjá HK. Gary House með hörkusmass. 12-22. Stefán ólega uppstilling líka hjá Þrótti. Þarna sami klaufaskapur og hjá HK áðan. Þarna eru þeir bara fljótir að skipta. Uppgjöfin hefur ekki farið fram og þeir eru fljótir að skipta stöðu. Mikael og Boka. Flott smass hjá Þórarni þarna, en Andreas með fína vörn. Góð vörn hjá HK núna og Gary House laumar. Klaufin til
netið. 23. stigið komið. 23-13. Mjög óvenjulegt að sjá HK eiga í svona miklu vandræðum. Það er frábærlega gert þarna hjá Stefáni. Leysti þetta vel og þarna var hann hins vegar steinsofandi þegar boltinn kom tilbaka. Þórarinn slær þennan bolta beint í gólfið. Það er ekki mikil hætta á ferðum hann. Þórarinn var að slá þennan bolta langt frá netinu. Vörnin hjá HK alveg út af þekju. Léttur bolti þarna hjá Atlan og það er ekki að spyrja því. Svoleiðis fá menn bara beint í andlitið. Magnús Ingvi með gott stig. Þessi lið eru bara það góð að ef þeir fá svona léttar uppgjafir á sig að þá refsa þeir bara. Frábær vörn hjá Þrótti þarna. Það fekk HK dauðafæri en ná að skora stigið samt. Ísmar þarna var ekki nógu ákveðinn að koma þessu bolti í gólfið eftir uppgjöfuna, eftir móttökuna. 24-15. Og þessi er hræðileg uppgjöf þarna hjá Gary House. Hitti hennar bolta enga veginn. Bolti sveif hérna bara nánast út í vegg. Frábær hrina hjá Þrótti. 25-15. Þeir senda hér HK-mönnum skýr skilaboð að þeir séu ekki mættir hérna til þess að gefast upp. Þeir ætla að berjast fyrir áframhaldandi viðveru í Íslandsmótinu. Þeir voru óheppnir kannski eða klaufar að klára ekki leiki fyrir austan á föstudaginn. Voru svona, áttu góða möguleika á því. En karakter hjá HK og sterkt hjá þeim að vinna Oddahreinuna. Þannig að þessi leikir tveir sem að búnir eru á milli þessara liða núna í úrslitakeppninni undanúrslitunum er náttúrulega búin að vera frábærir báðir tveir og því má nú reikna með því að HK eigi nú eftir að gera töluvert betur þegar líður á þennan leik. Gary House er stigahæstur hjá HK núna í fyrstu rauninni með 5 stig, ekkert óeðlilegt þar. Miguel Mateo líka með 5 stig, en Þórarinn Örn með 4. Það kemur kannski óvart einmitt hvað Castrillo er ekki eins afgerandi í liði Þróttar eins og oft áður. Það kannski á eftir að breytast þegar líður á leikinn, ég segi það ekki. Hlöðver búinn að skora og Atli búinn að skora 2 og Boka búinn að setja eina uppgjöf beint í gólf. Þannig að fín dreifing hjá þeim. Og það er eins með HK margir búinn að skora en Gary House svona bestur þeirra í sókninni en þá sem komið er. Enga breytingar á byrjunarliði. Reikna ég með að Lúðvík sé þarna aftur inni á. Hann er þarna fyrir HK. Og er bara 0 stilt eftir þessa hrinu. Leikjaplanið hjá þjálfaranum. Það heldur áfram. Þeir hafa áætlun og það er engin ástæða ennþá til þess að örvænta.
bara fyrsta hrinna búinn. Þróttarar hins vegar byrja hrinnuna á Ás. Frábær uppgjöf tilbaka og enn eru Þróttarar að gera Lúðvík lífilegt þarna. Hann í vandræðum í móttökunni. Frábær sókn hjá Þrótti. Þeir byrja hér aðra hrinnu af miklu krafti. Hlöðver skorar 2-0. Lúðvík hefur verið í vissinni þarna í móttökunni núna. Náðs ekki. Stig Andrés. Það má reikna með að Þróttarar haldi áfram að setja boltan á Lúðvík. Hann er greinilega svona pínu sjálfstraust hnekkir hjá honum í móttökunni. Flott uppgjöf hjá Ísmar. Þóraðurinn í vandræðum. HK jafnar 2-2. Aftur Ísmar. Flott móttaka hjá Castrillo. Óháður þarna hjá Kari Hás. Aftur. Castrillo laumar. Kari Hás Atli með flotta blokkana. Fín skorpa hér og þetta inni. Þannig dæmir Árni og net á hávörðina, en mér sýndist boltinn líka að lenda inn á vellinum. Þannig að það hafði ekki stór áhrif. Flott skorpa þarna. Fína hávarnir á báðunum. 3-2 fyrir Þrótt. Hlöðver í uppgjöf. Góð uppgjöf hjá honum. Arnar vandræði í móttökunni. Léttur bolti yfir. Þórarinn slær þennan beint út. 3-3. Andreas. Móttakar ekki alveg nógu góð þarna, en Mikael Matteo leysir þetta vel. Þetta er gríðarlega öflugur sóknarmaður þessi strákur. Galdur með fína uppgjöf og enn er Lúðvík í vandræðum. Kari Hás hins vegar setur þetta bara yfir á miðjan völlinn og vörnin hjá Þrótti bara steinsofandi þarna. Þarna sluppa Hákamenn með skrekkinn. Stefán í uppgjöf. Flott móttaka. Frábær sókn á miðju. Galdur Máni skilar þessu í gólfið. Fimm-fjögur. Castrillo. Góð uppgjöf. Móttaka góð hjá Arnari. Og Kari Hás með frábært mask. Slær þetta bara yfir blokkina. Hann fær þessa háa bolta. Það er mjög erfitt fyrir blokkin að stoppa hann. Fín móttaka hjá Tóta. Lauma. Góð vörn Andreas. Lauma hjá Mána. Frábær lauma hjá Mána. Þróttar ekki viðbúnir þarna. 6-5. Kari Hás aftur. Góð uppgjöf. Móttaka yfir netti og þetta er Ísmar. Þróttarar vildu meina að hann hefði nú bara ítt þessum bolta. Það er bara 8 dæma mók.
á hann fæslu en dómarinn ekki sammála því. Gary House setur þennan í netið. Super! 7-6 HK upp. Móttaka hjá Lúðvík þarna. Castrillo í blokkina. Aftur. Hörku smassa honum. Gary House ræðir ekki við það. Hann stekkur bara upp í jafnvætti sá sem hann stendur og getur lamið þessa bolta bara hanga sem hann vill. Virkilega vel gert hjá honum. Frábærlega gert hjá Hlöðver þarna. Það er að lesa Mána eins og opna bók þarna. Uppgjöfum góð hjá Tóta enn og aftur. Móttaka góð hjá Arnari. Og Háver. Færi hjá Þrótti núna. Hættir inni. Glæsileg smass. Enn og aftur. En á Castrillo. Þróttarar konið 2 stigum yfir, búin að skora hér 4 stig í röð. Og aftur er það Þórarinn Örn sem er í uppgjöf í þessu góðu skorpum hjá Þrótti. Sóknar smass hjá Gary House og aftur erum við að sjá frábært smass hjá Miguel Mateo Castrillo. 10-7. Fín móttaka hjá Arnari. Lúðvík slær. Góð vörn. Og Hanna blokkir vel á verði. Hanna náður loksins að stoppa hann. Lúðvík og Ísmar náðu að staðsetja sig vel hérna. 8-10. Hákon er að losa þessa stöðu. Nú eru fyrirliðar eitthvað að spjalla hér við dómarann. Ég veit nú ekki alveg hvað það er í gangi hér. That's dead. We know where the ball's going. Einhver skilaboð frá dómarann þarna. Máni í uppgjöf. Fín móttaka hjá Ragnari. Hlöðver slær. Sleppur með það. Og Hestur er búinn að stíga hann yfir miðurlínuna. Aftur fær Hlöðver boltann og aftur slær hann. Gary House vel. Andreas Klaufi þarna. Ætlaði að ýta þessu bolta yfir en ýtti honum beint í antennuna. Flott sókn hjá Hlöðver. Hann er að koma sterkur hér í þennan leik. Aftur með fína uppgjöf en góð vörn hjá móttaka hjá Hanna og Andreas bætir upp fyrir mistökin aðar. Neglir þessum í gólfið. Þróttar að leiða ennþá. 11-9. Lúðvík uppgjöf. Beint í netið. Hann er í alls konar vandræðum hér fyrir liðið HK. Hann er búinn að skora 2 stig og
Móttakan hjá honum hefur verið erfið. Stefán slær þennan bolta beint út. Stefán líka stigalaus í sókninni. Kantmenn HK ekki að skila nógu miklu. Þau verða að stíga aðeins upp núna og staðan orðið 13-9 og HK tekur leikhlé. Frábær leikur það sem af hjá Þrótti. Þeir eru að spila vel en HK svona ekki alveg að sýna sitt rétt andlit. Þeir eru svona eins og þessi hafi ekki alveg verið tilbúinir í þennan leik. En þeir fá ekkert mikið lengri tíma til þess að koma sér á stað í hann. Þeir eru að fara að spýta í lóðana. 13-9. Þarna var flott móttaka hjá Lúðvík og Ismar slær þetta í blokkina út. Þá kemur skipting. Kári kemur inn fyrir Ismar í uppgjöf. Kári hefur spilað frelsingja mikið í vetur á móti Arnarbyrgi. Búinn að vera varnar frelsingi en hér orðin almennilegur leikmaður. Kemur hér inn í uppgjöfið Ismar en Þróttar að stoppa hann strax. Flott miðjusókn hjá Atla Fannari þarna og HK skipti tilbaka. Arnar Birkir kemur inn á. Þá hlutverki Kára lokið í þessari hreinu, má ekki koma inn og aftur. 14-10. Þróttarar halda hér pressunni á HK. Löðum uppgjöf. Lúðvík í vandræðum en Máni gerir þetta frábærlega. Hann bara tegir sig upp í hennar bolta. Nær að blaka þessu til Gary House með annari hendi sem að skila þessu. Flott stig á HK. Vandræði á Þrótti móttöku þarna en það virðist ekki skipta neinu máli. Þeir eru með Miguel Mateo Castrillo til að bjarga sér þegar að lendi í vandræðum. Hann virðist geta slegið boltan hvað sem á vellinum. 15-11. Atli Fannar uppgjöf. Þessi lengst aftur á völlin. HK gerir vel en blokkin hjá Þrótti á móti Stefáni algjörlega til fyrirmyndar. Miguel og Galdur þarna, tveir stórir á móti Stefáni. Átti ekki mikinn séns þarna. Gary House laumar. Slær þetta í blokkina. Gera vel Þróttarar. Aftur blokkaðir. Nei, þessi bolti fór bara í nettið. Þeir eru aðeins að ná að loka á hann núna í hávörðinni. 16-12. Stefáni uppgjöf. Uppgjöf á honum. Skaut þarna í Hlöðver. Þarna var Hlöðver bara ekki nógu snöggur. Hefði kannski verið það fyrir nokkrum árum. En bara komst ekki undan þessu bolta. Fékk hann í sig. Fín uppgjöf aftur hjá Stefáni. Góð móttaka hjá Tóta. Og Miguel slær þetta í blokkinu út. En halda Þróttarar 4 stiga forskoti. 17-13. Miguel í uppgjöf. Settur út.
hefði verið gott fyrir Þrótt að fá þarna stig frá honum. Gary House missir boltan þarna og hefur ekki tíma til að undirbúa sig í almennilegu gjöf. Það er að setja hann boltan létt yfir og slæðir svo þennan boltan langt út. Klaufalegt þarna hjá Gary House. Þurfti að fara í létta uppgjöf og fekk svo boltan í afturlínu og sló hann langt út fyrir völlinn og þá er Þórarinn Örn komin í uppgjöf. Það hefur verið vandamál hjá HK en þeir gera vel þarna en Hávarðin stoppar Lúðvík. Bokkan reynir að lauma, þeir lesa hann. Lúðvík slær, fín vörn. Hlöðver, laumar. Gary House vel á verði, fær bolta hér á afturlínunni og góð vörn hjá Castrillo. En rispilið þarna og Bokka heldur nálægt netinu. Miguel þurfti að sækja þennan bolta langt. Má náttúrulega ekki hoppa fyrir framann. Er í afturlínu núna, þannig að hann náði ekki að setja þennan bolta inn á völlinn. Þessi er hins vegar fullkominn. Slær hennar bara beint í gól. 19, 15. Það er alveg sama þó að HK ná að stoppa þá. Þeir ná ekki að minnka muninn. Þróttar að halda forskoti. Galdur í uppgjöf. Ágætt smóltaka í Arnarbyggi. Laumar hjá Andreas. Laufalegt þarna hjá Miguel Mateo. Hann var með þennan bolta. En var kannski svona helst til fljótur þarna. Það skipti ekki á HK. Magnús Ingu kemur aftur inn en þetta skipti kemur inn fyrir Stefán. Stefán er stigalaus í sókn þá. Þannig að það átti verið að skila en þessi er inni. Beint í gólfið. HK. Beint í gólfið. Flott uppgjöf. Lúðvík minnkar í muninn í 2 stig. Fyrsta skiptið er í langa tíma sem HK hefur náð að pressa eitthvað á Þrótt. Fín móttaka, Atli, góð vörn hjá Mána. Magnús ýtir þessu yfir. Castrillo og þessi er góðið. Pínulítið einkennilegt að sjá líka að flest öll af þessu smössum frá honum virðast vera að fara í gegnum blokkina eða yfir hana því að hann er að hitta gólfið mjög mikið á milli varnarmannanna tveggja í afturlínu hjá HK. Laufalegt hjá Magnúsi þetta var bara kærulaust. Átti bara að slá þennan bort yfir. Og Þróttar komnir aftur í 4 stiga forskot. Þetta álöp HK stóð stutt. Og þeir taka leiklið 21-17. Þessir hérna fer að hlaupa frá þeim en þeir fara ekki að gera eitthvað að viti. Sóknarleikurinn ekkert allt og sterkur hjá þeim. En hinum megin eru hins vegar flest allir að skýla ágætlega úr þeim boltum sem að þeir fá. Bokkar er að spila meira á fleiri leikmenn núna heldur en hann hefur gert kannski oft áður. Bokkar aukjum. Og Lúðvík að koma móttöku. Andreas slær út. (22-17). Þannig að móttakan er Lúðvík góð en
Andreas Klaufi þarna, sló þennan bolt út. Borg aftur setur hann boltar á Lúðvík. Hann leysir þetta ágætlega. Aftur Andreas. Frábær lögn hjá Ragnari. Andreas aftur. Þórarinn verst. Castrillo fær handabolta núna. Þessi bara Howard. Bara flott Howard. Jáká. Blokka hann á hann. Þau spilið heldur nálagt. Ekki mikið gert þarna. Ísmari uppgjöf, 22-18. Það fara Háká áhlaup. Móttaka góð. Klaufi en frábær blokk. Magnús og Gary House. Stratko, aðaldómari, dæmir hér að Howardin hafi farið í nettið. Sennilega rekki hendurnar í efri strengin þarna, Howardin. Þannig að aðaldómarinn sá til. 23-19. Hlöðver setur boltan beint í nettið úr uppgjöfinni. Andreas Hilmir í uppgjöf. Móttakan ekki góð hjá Þrótti en Castrillo færa og Klaufi þarna. Klaufi þarna. Slær út. 21-23 og Háká allt í einu komið með munum yfir 2 stig. Það pressa aðeins á Þrótt núna í lok hrinnar. Þróttur tekur leikhlé. Færi fyrir Háká að stela sigri þessari hrinnu. Þetta sett hér mikla pressa á Þrótt. Andreas með uppgjöfuna, frábær móttaka Tóta og ekkert tröllasmass. Já, Miguel Mateo slær þetta þarna inn fyrir sóknarlínuna. Frábær sókn hjá Þrótti. Ná að losa þessa pressu. 24-21. Atli Fannar í uppgjöf. Móttakan góð hjá Lúðvík og Máni Laumar. Atli ekki mættur. Smá líf hérna í Háká. Núna í lok annar hrinnu. Magnús Ingvi fær það hlutverk að reyna að jafna hér leikinn. 24-22 fyrir Þrótt. Massimo segir honum á hvern hann á að gefa. Nú má reikna með því að Þróttur leiti til Miguel Mateo í sókninni. Ykkur reikistefna þetta sem við sjáum ekki í sjónvarpinu. Það er Þróttara megin. Magnús Ingvi gefur upp. Og móttaka. Og ekki nógu góð sókn hjá
Þrótti, Lúðvík laumar, Bokka með frábæra vörn, en Þórarinn Örn slær boltan í netið, klaufalegt þarna, þurfti ekki að taka ómikla áhættu þarna. Frábær vörn hjá Bokka, náði að setja hendina undir boltan til laumana frá Lúðvík. Og HK búið að minnka muninn niður í 1 stig og það hefur bara ekki gerst í þessari hrinu frá því bara í upphafi hennar. Stöðunni 7-6. Já, 7-8 fyrir Þrótt. Þá hefur munurinn alltaf verið 2 stig eða meira. Þannig að nú er öll pressan á Þrótt. Þeir verða að sækja síðasta stigið. Þeir get ekki beðið eftir að HK gerir mistök. Magnús Yngvi gefur upp. Hann gefur út. Hann gefur yfir völlinn. Og Þróttarar klára aðra hrinuna. Magnús Yngvi óheppinn þarna. Það var ekki mikið sem munaði. Hárfínt þarna. Úti þessi bolti. Þróttur er komið í 2-0 hér á heimavelli HK og það er áhyggjuefni fyrir HK. Þeir voru hér í upphafi leiks í dauðafæri að þeir klára bara þetta inn í 3-0. En Þróttarar mæta hér heldur betur í baráttuhug og eru búin að spila þennan leik bara frábærlega. Þeir hér komnir 2 hrinum yfir en markmið HK er enn það sama. Þeir þurfa alltaf að vinna 3 hrinur til þess að vinna leikinn. Það er vissulega enn í boði. Í þessar annar hrinu þá dró Miguel Mateo Castillo vagnin fyrir Þrótt. Hann er kominn núna í 14 stig og orðinn langstigahæstur í sínu liði. En þeir Gary House, Ísmar og Andreas Hilmir eru nokkuð jafnir hinum megin. Það er 6 og 8 og 7 stig. Þriðja hreina hefjað og sjáum að Magnús Yngvi byrjar núna inn á. Það er breyting hjá HK. Hefur ekki gengið nægilega vel hjá þeim í þessum fyrstu 2 hrinum. Þannig að þeir þurfa að gera breytingu. Þeir þurfa að gera eitthvað til þess að laga þessa stöðu.
Magnús Ingvi kemur inn á Stefán Gunnar Þorsteinsson sest á bekkinn í staðinn. Sjáum hvort að það breytir einhverju fyrir HK. Ísmar enn þarna inn á. Það byrjar í uppgjöf. Það var heppinn þarna, en sýtist þessi bolti að leiða út, en Þórarinn reyndi við hann og náði honum ekki. HK fær fyrsta stigið. Aftur Þórarinn í vandræðum. Flott uppgjöf aftur hjá Ísmar. Byrja hér þriðji runni vel HK. Þórarinn sér við Ísmar núna. Góð vörn hjá HK. Fín miðjursókn þarna hjá. Aftur, þetta í blokkina og aftur verjast þeir vel. Frábær vörn hjá HK. Og þetta úti. Frábær stig hjá HK. Baráttu stig. Og þeir ná hér að fanga stemninguna sín megin. Gríðarlega mikilvægt fyrir fá að vinna stiginn úr svona skorpum. En Ísmar eyðileggur það alveg leið. Setur boltann í netið í uppgjöfinni. Og þar Miguel að passa sig. Það má ekki vera að tala við dómarann. Wow! Harry House! Ég held bara hreinlega að það sé gatt á gólfinu eftir þetta maður. Þvílík negla. Flott uppgjöf Andreas. Hlöðar spæri blokkina og Magnús út. Eða í gólfi, sá ekki hvort hann endaði niðri, en vel leyst þarna hjá Hlöðver. Uppspilið var vel utarlega. Gaf til ekki slegja hann öðru sem svona þvert yfir á völlinn. Fjögur fyrir HK. Og Hlöðver setur boltann í netið. Ekki sama stemningin núna hjá Þrótti. Það gengur ekki eins vel hjá þeim núna. Magnús Ingvi. Þetta er ekki rétt hjá Þrótti. En hann steig ekki á línuna þarna. Og held ég að þeir ættu að hætta að röfla og fara að einbeita sér að spila blagg, annars fer illa fyrir þeim. En Magnús setur hennar langt út. 6-3. Atli hittir ekki. Þetta er áhuggjarni núna. Þróttar að vera að klúra uppgjöfunu, þriðja uppgjöfin, nei önnur uppgjöfin sem að þeir klúra í þessari sínu. Harry House. Frábæra uppgjöf. Glæsileg uppgjöf honum. Öll stemmingin HK megin núna. Þróttar tekur leikinn. Fórasta HK. Og þjálfari Þróttar er algjörlega brjálaður. Hvað eru þið eiginlega að gera, segir hún bara.
mikilvægt fyrir Þrótt að hleypa HK ekki í sinn leik. Það hefur skilað HK 2 sigrum hingað til og Þróttur þarf að reyna að kæfa leik HK strax. Þetta úti. Þessi úti. The same referee that didn't say nothing before. Þessi bolti úti, segir Árni Jón. Og menn skiptast hér á orðum. Þróttarar. Ég meina hérna línuvörðun sem dætti þennan inni, en sami og dætti ekki yfirstig hérna á Magnús áðan, þannig að það svona, menn skiptast aðeins á orðum, en frábær miðjusókn hjá Þrótti hérna, Galdur Máni skila þessi gólfið, Þróttar minnkaði hérna munnin í 3 stig. Svipað með hann hérna eins og Garri Haas, nýtingin er kannski ekki nógu góð í þessum uppgjöfum, en það eru frábærar að takast. Máni, góð uppgjöf, Ragnar með flotta móttöku, Galdur slag, og Ismar hittir ekki boltann. Hann bara kiksar. Flottsson aftur á miðjunni á Þrótti. Galdur Máni með fín stig hérna. Skoraði Nykjörn. Góð móttaka. Ismar slag. Ragnar Vest. Og vörnin hjá HK. Þeir sofandi þarna. Lausbolt yfir. Þeir verða að gera betur í þessu boltum. 7-9, áhörðundi taka við sér, hvetja HK-menn áfram, Lúðvíkur góða móttöku, Andreas slag og hörkuspass hjá honum. Hann eiga fína leik hérna, Andreas Hilmir í sókninni. Tíu Lúðvík komið uppgjöf. Góð uppgjöf. Móttaka fín. Gauðar í blokkina. Það gera vel Þróttarar. Það léttur bolti yfir. Ákváðu dauðafæri. Og hörkuspass hjá Andreas. Ragnar væri að verja þetta en bolti fyrir til loft. Antennan eitthvað þarna bognað í þessari ásókn frá Hilmari, Andreas Hilmir. HK heldur hér 4 stiga fórskoti, 11-7. Hleypa Þrótturum ekki of nálægt núna. Betri leikur hjá HK núna. Og antennan laus. Það hefur verið hörkusmass þarna. Við erum farið þarna í nettið og losna þarna antennan. Dómarinn er komið hér í viðgerðir. Það er í bestu stöðinni til þess. Stendur þarna á stól. Svo kemur Ismar þarna og getur nú sennilega gert þetta bara með vinstri, hann nær það hátt upp. En núna erum við að sjá það hjá Þrótturunum að aðrir leikmenn eru lítið að bæta í stigaskori hjá sér. Aðrir en Miguel Mateo.
og það þarf að breytast hjá Þrótti. Þeir þurfa að fá stig frá fleirum. Þeir þurfa aðrir að fara að nýta sín tækifæri. Galdur reyndar með 2 fín stig núna í þessari hlutu. En fleiri þurfa að koma til. Þetta er 7. Lúðvík uppgjöf. Lúðvík, ótaka fín. Smash frá Miguel. Lúðvík ræður ekki við það. Slæðir þarna út í horn. Ellefu 8. Þróttarar þurfa fleiri stig. Þurfa að minnka munni betur. Galdur uppgjöf. Uppgjöf á Þrótti að fara í netið. Alls ekki góð uppgjöf að hrina hérna hjá þeim. Fjóruða uppgjöfin í netið á þeim. Og Ísmar skorar bara alveg 1 stig og svo í byrjun. Eins og fyrsta stigið þessar hreinu. Þóraður segir upp í hann, nær honum ekki. Vottar uppgjör Ísmar. Og aftur með Þóraður að missa boltan yfir sig. Nei, HK eru klaufar þarna. Og Þróttar að klaufar á móti. Bæði lið svona ekki alveg nógu fókuseru núna. Þróttar að taka Þóraður Örn út af, setja Birki Freyrin á. Og reyna að fylla þetta gat. Og þennan bolta teygði Engis í. Hann flaug út. Ísmar setti þennan bara beint út. Nú hættu þeir bara að teygja sig upp í hann. Bokkæk. Frábær uppgjöf í honum, en HK gerir vel. Garri Hák með neglu, enn og aftur. Ragnar á engan séns í þetta, þó að standi nákvæmlega það sem hann á að vera. Frábær uppgjöf á Andreas Hilmir. Og HK að heldur betur að svara hér í þriðjunum. 17-9 leikli á Þrótti. Það var ekki hægt að reikna með því að HK myndi setja tærnar upp í loft og tappa þessum leik 3-0. Þróttar að hljóta hafa átt von á því að þeir fengu smá mótspyrnu upp. HK loksins að gera eitthvað í þessum leik. Þeir eru ekki búin að vera samfærandi fyrstu 2 riðlunum, en allt annað að sjá það núna. Aukað sem að Þróttar að gera allt og mikið af mistökum. En svona það þegar stemningin flæðir á milli leikhelminga. Andreas klúðrar þarna uppgjöf. Það er mjög auðvelt að spila blak þegar vel gengur, en samanskapi mjög erfitt þegar þú átt undir högg að sækja. Hlöðver með flotta uppgjöf og Lúðvík í vandræðum. 11-16. Fín stemning í áhörðum. Garri Hák hreður
blokkina. Atli var þarna vel á verði. En Garri Hás gerði vel. Náði að ýta þessu í gegnum hendurnar á honum. Flott uppgjör. Þriggja manna blokk, dugði ekki til hana. 18-12. Og móttaka hanga. Wow! Enn og aftur Garri Hás. Þetta eru frábært smash hjá honum. (19-12) Það þarf ekki alltaf að vera fast. Þetta telur líka. Lúðvík. Hann hittir línuna. Vel gert hjá honum þarna. 19-13. Held ég að sé rétt staða. Máni með góða uppgjöf, gullandi vandræði í móttökunni á Þrótti. Ég hugsa að HK sé komið með þessa hreinu. Það er eitthvað mikið að gerast til það breytist. Og móttaka Birki, Galdur. Fín sókn hjá Þrótti hérna. Galdur er að spila vel í þessari hreinu. Birki Freyr. Flott uppgjör. Andrea Flöðmar. Já, góð vörn hjá Þrótti. Flöðmar slæðir í blokkinu niður. Nei, hann sló bara beint út. Sýndist þetta var í blokkina. Það var ekki rétt. 21-14. Og móttaka Birki og Galdur enn og aftur. Skila þessu. Fínn leikur hjá honum. Á að honum skipt út af í uppgjöf. Hérna kemur Börkur Marinusson í uppgjöf. Þessi strákur var leiddi sitt lið í þriðja flokki til bikarmeistaratitils hér á dögunum. Fín uppgjöf honum. Andreas. Vel gert hjá honum. Slær þetta beint í gólfið. Og kemur Börkur aftur út af. 28-15. HK er alveg með þessa hreinu. Flott móttaka á Birki. Og Atli lendir í vandræðum. Blokkinn tekur þetta. Andreas. Fín háarkar Hlöðver. Gott smash hjá Mikael. (22-16) Og móttaka er á Lúðvík. Garri Hás neglir enn og aftur.
Matteo Andreas út af. Kári kemur inn á uppgjör. Nú örugglega bara verið að hugsa að hvíla Andreas þarna. Leifum honum aðeins að skústa. Þetta er blokkinu út. Andreas fær ekki langa hvíld, kemur inn og aftur. 23-17 síðasti séns hérna hjá Þrótti að komast inn í þessa rinnu. Laufur uppgjör og Lúðvík undir vandræðum með þetta. Aftur smash á Miguel þarna. 18-23. Spurning hvort að þetta sé ekki of lítið of seint hjá Þrótti. Hápa tekur leikhlé. Ætlar ekki að Matteo ætlar ekki að Massimo segir ætlar ekki að missa þetta niður í vitleysu. Ekkert kæruleysi á sínum mönnum, hann verður að halda einbeitingu. Nú helgina fóru fram úrslitin í neðri deildum og kalla á kvenna, annar deild og niður. Og þar var hörku barátta. Hægt að sjá aftur það á heimasíðu Blackhoundsins b1.is. Uppgjör á Hlöðver og Gary House klárar þetta. Nei, klárar þetta ekki. Hann skorar 24 stig. Það þarf víst eitt í viðbót að mista kosti. Magnús gefur upp á þessu rinni. Þetta er bara beint í gólfið. Ég held að þetta sé rétt. Hann var óheppinn í síðustu rinnu, setti boltan út. En nú hitt hann völlinn. Kláraði þessa rinnu fyrir sína menn. Tvö 1 HK nær hér að býta aðeins frá sér. Sleppa hér með að tapa 3-0 á heimavelli. Nú eiga þeir bullandi séns. Nú spurning hvað Þróttar að gera. HK komst vel frá þessari þriðrinu. Þannig að þeir eru svona komin í betri takt núna. Þannig að Þróttar að þurfa að finna leiðir framhjá vörnum HK og sömuleiðis að stilla sína blokkir af á móti Gary House sem er búinn að og Andreas Hilmir sem eru búin að eiga frábæran leik í þessari þriðju hrinu. Voru kannski ekkert rosalegir í fyrstu tveimur. Þeir eru búin að skora 14 stig og 11 stig. Gary House búin að skora 14 og Andreas Hilmir 11. Þannig að þeir eru að spila fínt. Áhyggjuefni hjá HK eru hins vegar kantmennirnir sem eru kannski ekki að skila nóg en stigu aðeins upp núna í þessari hrinu. Lúðvík og Magnús. Á
meðan að Miguel Mateo Castillo komið með 21 stig. Það stefnir í 40 stigin. Ef að leikunum fer í 4 eða 5 hrinur. 5 hrinur segi ég. Fer hann örugglega yfir 40 stigin. Galdur kom með 5 stig og Hlöðver 4 og Þórarinn Örn 4. Aðri minna. Við sjáum hér að það breyting á byrjunarliði Þróttar. Birgir Freyr byrjar inn á fyrir Þórarinn Örn. Byrja eins og þeir enduðu síðustu hrinnu. Hann kom ágætlega út. Já. Þetta Miguel Mateo gullspjald fyrir mótmælin í lok síðustu hrinnu. Var að mótmæla því að boltinn hafði verið dæmdur inni. Kvartaði eitthvað annað í línuvörðin sem hann má alls ekki gera. Það gullspjald fyrir vikið. En Birgir Freyr kom vel út, komst vel frá móttökunni eftir að hann kom inn á hann. Og því hann hafður inni núna. En Baka byrjar að senda bolta langt út. Ekki góð upp í honum. HK fær fyrsta stigið. Nú þurfa Þróttar að byrja vel í þessari hrinnu. Ná að slá stemninguna svolítið úr höndunum hjá HK og þetta flott smass. Atli Fannar á miðinni. Hann að eiga ágætsleik. Bæði Háörn og sókn. Hlöðver komið uppgjöf. Flott móttaka á Lúðvík en Mánin endur vandrar með þetta. Klaufarið þarna var misskilningur hjá Baka og Hlöðver. Þarna átti Baka bara að vera farinn. Átti ekkert að vera að fælast eða að taka hennar bolta. Það var léttur bolti yfir. Hlöðver hefði alveg ráðið við þetta. Andreas gefur upp. Birgir vandræði með hóptökunni. Hörkusson. Máni gerir vel. Aftur Castillo og nú slær hann út. Þrjú eitt hjá HK. Byrja vel. Andreas, fín móttaka á Birki. Atli laumar, Andreas gerir vel. Léttur bolt yfir. Og Castillo, já, þetta í gólfið. Joder, no estamos, colega, aquí no se puede estar así. Atli Fannar uppgjöf. Nei, enn eru Þróttar að slá boltann í netið eða út í uppgjöfum. Þeir verða bara að koma þessu í lag. Ég tek ekki gefið HK svona mikið að ótinu stugum. Magnús Ingvi í uppgjöf. Þróttar uppgjöf honum. Vápar móttakar á Hlöðver. Castillo slæði þetta í blokkinu út. Lúðvík og Gary House hann að reynda að loka á hann. Gekk ekki. 4-3. En þar Castillo að koma þessu bolta yfir netið. Fín móttakar á Magnúsi. Gary House með gott mass. Góð vörn Hlöðver. Lauma. Lúðvík slær lausa bolti yfir. Nei,
Það að draga á honum eitthvað núna. Hann skilar ekki alveg öllu eins og hann gerði hér í fyrstu tveimur hrinunum. Það virtist ekki skipta neinu máli hvar hann sló boltann. Hann hitt alltaf öllin. 5-3. Garri Ás, uppgjöf og móttaka. Birkir slær í blokkina og út. Losti honum. 5-4. Þetta þurfa Þróttarar, þeir þurfa ógnir frá öllum. Þeir þurfa allir að skila sínu. Birkir með fína uppgjöf. Magnús Ingi vandræðum. Fín vörn og Galdur. Hettir í blokkinu og niður. Ísmar lokkar þarna á þá. Lokkar á Galdur þarna. Sex fjögur, Máni uppgjöf. Gott móttaka af Birkir og Galdur aftur í blokkinu. Frábær vörn hjá Mánar. Vel að verði þetta. Hlöðver slær út. Okkar reynir að nýta hér fleiri leikmenn. En frábær móttaka af Birki aftur. Kastri og slæri blokkinu út. Fýll leikur hérna hjá Birki Freyr. Galdur í uppgjöf. Og reynir á að koma þessum boltum yfir. Það var nú ekki afgangur af því. Rétt slapp þarna. Boltinn lak yfir og beint í gólfið. Fínt stig en full tæpur kannski. 6-7. Galdur aftur. Þetta er jafnan leikinn. Flott uppgjöf honum, Lúðvík vandræðum. Andreas Snæmann, fín vörn hjá Þrótti, Hlöðver slær út, aftur. Skiptaðir, Þróttar að taka Hlöðver út af. Fyrir Þórarinn inn á, hann að draga af Hlöðver. Hann er ekki eins kröftugur eins og var í fyrstu tveimur hrinunum. Þórarinn er komin inn á. 8-6, Lúðvík í uppgjöf. Flott móttaka af Birkir. Og þessi er inni. Nei, hann er úti. En eru Þróttarar að röfla yfir dómgæslu. Níu 6. Lúðvík gefur upp. Fín móttaka. Þórarinn fær hann, slærði blokkina. Andreas. Og þetta er inni. Sóknin á HK er sterkari núna. Skila meiru heldur en sóknin á Þrótti. Það er að skila þeim þessu forskoti. 10-6. Lúðvík í uppgjöf. Móttaka aðeins á löng hérna. Þessi bolti fór sennilega upp í loft frá Ragnari þarna. Þróttur tekur leikinn. Flott skorpa hérna hjá HK.
Búinn að byggja upp gott forskot. Komnir í 5 stiga forskot. Ellefu 6. Nú förum við líklega að fara að sjá Castrillo að fá boltann. Úlvík gefur upp, fín uppgjör og Montagar. Og Atli, frábær vörn hjá Lúlla þarna. Þetta í blokkina og út. Þetta þarna Þróttarar. Bolti fór hér yfir í fjærhornið og þar var náttúrulega sjálfsögðu enginn. En boltið var utan allar. Montagar góði á Lúðvík og Ismar og Birgir frem með frábæra vörn. Vel gert Þrótti þarna og aftur Ismar. En þessi er góði. Það vantar alla háum hjá Þrótti núna. Hákamenn lemja allt í gegn. Montagar. Blokking góð í Háká. Frábærlega gert hjá Bokka þarna. Gæri Hans Laumar. Þórainn vel á verði. Og Laumar þarna. Já. Castrillo. Atli slæðir blokkina. Enn þeir að verjast Hákamenn. Aftur Laumar. Þeir eru bara að gera betur þessum stundina. Heldur en Þróttur. Þeir eru að verjast vel og erfitt að skora hjá þeim. Ísmann setur hennar bolt út. Sóknin hjá Þrótti er ekki að skila nógu mikið í gólfið. Háká er að verjast vel. Þórainn með góða uppgjör. Og Gæri Hás með hörkusmark. Skýtur Ragnar niður þarna. Fjórtán 8. Andreas með góða uppgjör. Þetta er í blokkina út. Já. Þessi snerti blokkina. 14-9. Hjá Þrótti. Háká var að lemja í gegnum alla blokkina. Aldur og völlin vest. Hann náði blokkina, blokk á Lúðvík. En Lúðvík Laumar. Gengur aftur til Háká. Þróttur tekur leikhlé. 16-9. 3 leikmenn Háká komnir yfir 10 stigin. Ísmar, Garri og Andreas.
Einungis einn leikmaður hjá Þrótti og það Miguel Mateo Castrillo komin í stuð 26 stig. Aðrir minna. Þetta stefnir allt í Oddarhraunu hér með þessu áframhaldi. 7 stiga fórust á HK. Magnús Björkjör til mótaka Ragnari. Útslag. Út. Já. Magnús gefur upp. Móttakan ekki góð. Vörð hjá Andreas og við skilum þarna í HK. Birkir slær í blokkina hjá Mána og út. Vel gert hjá honum. 17-10. Þarna hitti Miguel völlinn og HK tekur leikhlé. Sex stiga fórust á HK. Nú í gær voru óvænt úrslit þegar að Afturelding gerði sér lítið fyrir og vann KA í hinum undanúrslitaleiknum. Töpuðu fyrir norðan 3-0 í fyrsta leiknum á fimmtudaginn en gerðu sér lítið fyrir og lögðu deildarmeistarana í gær á heimavelli 3-1 og jöfnuðu þar með vettinn í einvíginu. Bæði lið búið að vinna 1 stig, 1 sigur. Þannig að það verður hörku viðureign eins og þessi hérna. Frábær móttaka hjá Magnúsi og þarna kom háarnir loksins hjá Þrótti. Galdur og Birkir Freyr náðu loksins að loka blokkinni á móti Garri Hás. Fín móttaka á Lúðvík, aftur Garri og aftur blokkinn að trufla hann. Máni laumar. Og Castrillo slær þetta í Arnar Birkir út. Aðeins líf í Þrótti núna. Og það minnka þetta niður í 4. Þeir þurfa meira svona. Uppgjöfin ekki góð. Beint í nettið. Garri Hás er þá komin í uppgjöf. Fín móttaka. Birkir slær þetta og þetta er virkilega vel gert í honum. Hann er að koma sterkur inn. Hann er að eiga fína leik hérna eftir að hann kom inn á. Og móttaka Arnari Ismail. Þetta er bara beint í gólfið. Þetta er auðvelt. 19-14. That's up, we got split. Og móttaka á Þórðarni hérna.
20-14. Og móttaka. Fín háar. Baka, setur þetta í blokkina. Nei. Þetta er ekki í blokkina, hann hitt hann ekki þarna, hann ætla að setja þetta í blokkina. 21-14. Þórarinn slagir til háendina. Og 22-14. Háka á að sigla þessari hrínu í heimahöfn. Áli setur boltann í netið. Sjö stiga fórust að HK. Móttaka þarna á Lúðvík. Andreas slær í blokkinu út. Og 3-15. Tókja Háka á blokkina eða blokka á þetta. Fín háar til Háka þarna. Lúðvík. Nei, ekki nógu góð sókn. Þetta er inni. Gunni hvort að Róttar á þetta ekki að reyna að spara Mikael núna fyrir Róttarhinuna. Ísmar en Bossa gerir vel. Innan vatning þetta á báðum liðum. Magnús Laumar. Næstur í nettið. Nú er frittur. Sami kraftur í honum og í upphafi leiks. Kári kemur inn í uppgjöf fyrir Ísmar. Slær þetta í... Já. Það er net þarna á blokkina. Net á Magnús Ingo þarna. Og Ísmar og Kári skipta tilbaka. 24-18. Uppgjöfið Þrótt. Andreas slær og í blokkinu út og klárar huguna. HK búið jafnar. Svöldvöld. Stórleikur hér á Andreas Hilmir og Gary House í sókninni hjá HK. Báðir konur með 16 stig.
Miguel Mateo með 29 fyrir Þrótt. Nú spurning hvað liðin gera hér í oddarhinunni. Hvort liðið hefur meira bensín á tanknum. Sjáum að það er ekki sami krafturinn búinn að vera í Miguel Mateo hjá Þrótti. Núna í síðustu tveimur hinnunum. Og spurning hvort að hann hafi nægan kraft til þess að klára leikinn á fullu krafti. Hínum megin hefur hafa Gary House og Andreas Hilmir svona dregið vagninn fyrir HK. Spurning hvort að þeir ná að halda sama krafti alla tíman. Og skiptir stemningin miklu máli í svona oddarhinu. Þeir kunni bara upp í 15. Sem að þýðir að mistökin mega ekki vera eins mörg. Og liðin þurfa að mæta til leiks. Það lið sem að mæti til leiks núna er svona meiri stemningu, það getur oft skipt sköpum. HK er svona búinn að vera á uppleið í leiknum á meðan að Þróttur er á niðurleið, þannig að það er áhyggjuefni fyrir Þróttara. Þeir þurfa að snúa því ferli við, annars er bara mótið búið á þeim. En öfugt við leikinn fyrir austan á föstudaginn, þá komst HK í 2-0 en Þróttarar jöfnuðu 2-2. Núna komst Þróttarar í 2-0 og HK búið að jafna 2-2. HK vann hins vegar oddarhinnuna í uppækun 16-18. Það er spurning hvort að Þróttur eigið ekki inni bara núna að fá sigur í oddarhinnunni. Þeir byrja vel. Og móttaka. Þessi er í netið. Þessi fór bara í netið. Vandræði móttöku á Þrótti. Þessi er eins og er í hálftina út. Þarna hitta hann í blokkina. Boka komin í uppgjöf. Það er Tríó komin fram. Móttaka á vandræði hjá HK en Birgir Freyr klaufið þarna. Það er ekki að klára þetta nægilega vel. Það er nett á blokkina. Magnús eða Gary House annarkvort fór í nettið þarna. 2-2. Þróttar að vera að nýta sér betur svona tækifæri eins og þarna. Birgir Freyr ýtti boltanum niður en ekki nógu mikið krafti. Lúðvík í vandræðum. Réttu bolti yfir. Tríó. Þessi inni. Nú stemningi Þróttara megin. Jútsur.
Hákábúar eru vandræðum í móttöku. Lúðvík gerir vel. Andreas Hekkur skett þarna og Ragnar með frábæra vörn. Og Castrillo. Frábær vörn hjá Mána. Aftur. Og þessi í gólfið. Frábær tildri hérna í gangur. Og báðum liðum. Nú skal barist. 4-2. Hákon tekur leikhlé. Já. Þeir eru búin að missa stemninguna yfir til Þróttara. Þeir verða að ná henni tilbaka. Skiptir öllu máli. Hvorum megin stemningin er. Áhorfendur í Fagurhólmlundi reyna að hvetja sitt lið áfram. Reyna að hjálpa þeim. Þróttur komið í 4-2 forystu. Boka enn að gefa upp. Og góð móttaka. Og Máni gerir vel. Andreas, nei. Vörður fín á Boka hana. Og háa til góð, Háká. Aftur. Laumar. Háká gerir vel, Magnús Ingvi. Á. Fín vörð. Og þessir út. Jájá. Þetta var ekki gott. Smass. Uppspilið höfðu nálagt þarna frá Ragnari. Háká. Það er þessu stíði. Andreas. Fín móttaka í Þórarinn. Við sjáum það er miklu meiri stemning hjá Þrótturum núna. Heldurinn er búinn að vera núna í síðustu 2 hrinum. 5-3. Birkir Freyr. Og þessi er úti. Þetta var ákið. Leikmenn verða að hitta völlinn. Þó þeir sé að reyna að pressa, þá verða þeir að hitta völlinn. Magnús Ingvi. Og móttaka hjá Birkir Freyr. Castrillo. Í blokkina. Vörnin tekur þetta. Hann aftur. Í blokkinu út. Þetta var að sniðu. Tryggja manna Háar. Hann horfði á blokkina. Beið eftir henni. Og landi svo boltan utaverkið henni og út. 6-4. Þróttur yfir. Allt fallar í uppgjör. Uppgjör yfir. Vandræði. Gera vel. Máni gerir þetta frábærlega. Darri Hás kemur hérna svífandi. Neglir þetta niður. 6-4. Darri Hás í uppgjör. Ragnar Óttinn hérna með fína móttöku. Boltinn upp í loft. Þetta er vandamál í þessu húsi. Sperrurnar eru koma full neðarlega. Darri Hás með hræðilega uppgjör. Alveg skelfileg uppgjör þarna. Sló bolta bara að valla hann hitt í nettið. Næstu undir nettið. 6-7 fyrir Þrótt. Og góð móttaka hjá Lúðvík. Rísbar. Gæti ekki mikið gert í þessu. Og þeir eru að pikka þetta vel upp hérna. Ragnar setur þetta yfir. Rísbar fær þetta. Beint í gól. Galdur ræður ekkert við Rísbar þarna. Það er að koma öllum boltum fram hjá honum. Háká búið að jafna. 7-7.
uppgjöf og uppgjöf í móttaka og Galdur og Hávarni fyrir netið Ísmael Klauvik 8-7 liðið skiptar Vattarhelming hann var beint inn og aftur halda áfram Gróttar að leiða hér hann var eitthvað að reyna að berja lífi sína menn Þórarinn og Veikjörn móttaka góði Arnarinn Andreas beint í gól hann heldur áfram að blómstra drengurinn 8-8 Lúðvík og vandræði móttöku á ekki gera sóknur þessu Þróttur auðafæri á HK Andreas blokki tekur af aftur Andreas laumar núna Kastríó í blokkina Ragnar spilar öll á þetta inni ábær skorpa hérna hjá báðum Háarnir eru farnir að setja 3 manna Háar fyrir á móti Kastríó Hákamenn þeir vita allir krúsjálboltar að fara þangað Galdur með góða uppgjöf Lúðvík með flotta móttöku Andreas slær út Gróttar að koma 2 stigum yfir Galdur í uppgjöf það er leiklið hjá HK og spurning hvað Anna María gerir Galdur hefur klúðrað nokkrum uppgjöfum í þessum leik hvort hún skipti Berki inn á hann er mjög góður í uppgjöfum Börkur Marinósson eða hvort hún heldur Galdri áfram það er ekki líklegt að Galdur fari hringinn og komi aftur uppgjöf í þessari vinnu þannig að gæti verið ráð að setja Börkin og láta hann verja stundir líka nei, hún lætur Galdur klára þetta 10-8 gerir vel Andreas slær í blokkina og þetta er út HK skorar flott sókn hjá þeim uppgjöfin fín hjá Galdri Lúðvík hittur upp þarna sjáum við hins vegar Massimo gera skiptingu Ísmar út Kári inn þetta er ekki síður varnarskipting það var betri varnarmann inn á vellinum þegar að Þróttur sækir Birki slær í netið og hættur hérna flott hjá honum að láta bara vaða hann og þetta er voru netið Hákabóði hérna 10-10 Kári uppgjöf þetta er út þeir skipta tilbaka 11-10 Okkar uppgjöf
Og móttaka Magnúsi Andreas. Og þetta er komið. Frábær leikur hjá Andreas Hilmir. Virkilega flottu leikur hjá honum. Hann er stigahæstur í sínu liði. Góða uppgjöf. Og það er færi hjá HK og Garri House. Frábær vörn hjá Bokka. Castrillo ekki tilbúinn þarna. Já, hann gerir vel. HK þarf að skila þessu létt yfir. Nú fær. Já, ekki nóg góð sókn. Og Garri House lyftir út. Dauða færi hjá Garri House. Enginn upp á móti. En hann lemur boltan. Beint út af. Á ögurstundu klikkar Garri House þarna 11-12. Þá kemur Börkur Bernósson inn og hann kemur inn á fyrir Birki Freyr. Og góð móttaka af Magnúsi og Garri House og hann klikkar ekki aftur. Hann klikkar ekki aftur. 12-12. Birki kemur aftur inn á. Magnús Ingvi í uppgjöf. Þórarinn í vandræðum. Bokka gerir vel. Þessi er úti. Hann er úti. Þróttarar þurfa að róa sig núna. Þeir þurfa að róa sig. Þeir þurfa að halda haus. Anna tekur leik hér. Bara róa sína menn. Það eru 4 dómarar. Ef enginn þeirra sér snertingu þá er ekki hægt að dæma snertingu. Það bara er þannig. HK komið yfir í fyrsta skipti hér síðan í stöðunni. Já hvað? 5-6. Það voru síðast yfir í stöðunni 5-6. Þannig að Þróttarar með ekki missa hausinn. Það þurfa að jafna þetta núna. HK komið í góða stöðu. Áhorfendur í staðnum á fætur. Það er sannarlega betra að vera á heimavelli í svona stöðu. En maður þarf alltaf að nýta sér það. Maður þarf að spila leikinn. Castrillo og Hestur inni. Hestur inni. Þetta er hárrétt. Þarna var Castrillo krumið. Lauma þessi klokkina. Hvettan var úti. Sleppt honum. Datt niður. Og móttaka og Atli slær þetta. Og frábært að hörta þetta. Magnús Ingvi leggur þetta og Blokkin tekur þetta. Blokkin klárar þetta fyrir HK. 15-12. Frábær sigur hjá HK. Lentu 2-0 undir, komið tilbaka og hirtu sigurinn. Tryggja sér sæti í úrslitum á móti annarkvort KA eða Aftureldingu. Þróttur Neskaupstaður eins og fallnir úr leik. Veturinn búinn hjá þeim, eru komin í sumarfrí. Frábær leikur. Við óskum HK til hamingju. Við þökkum ykkur fyrir að horfa. Verið bless.
Nýjar vörur, Under Armour kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is. Your father's gone. You could pick up where he left off. There's an organization looking to start a global genocide. Oh, that's not gonna happen. Now I see the likeness. Recklessness. I'm not a superhero. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is. Sport FM. Tonight, someone in this room is going to be taken. It's a murder mystery party. Albert, this isn't. Guys, make sure you get a piece of this cheese. Those are not the guys that I hired. This is all real. Is this gun real? This is insane. You're gonna have to take the bullet out. A squeaky toy. For the pain. That's smart, huh? Game Night komin í Sambíói. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neina, sama hvað þau hefur verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með haspið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sig eftir átök.